Komiði sæl og verið velkomin í 5. þáttinn vestfirska vorið, þar sem byggðamál Vestfjarða eru sérstaklega rædd. Fyrstu 4 þættirnir voru teknir upp á Flateyri í tengslu við málþing sem þar var haldið. Í þessum 5. þætti ætlum við að ræða við Þórodd Bjarnason, prófessor við Háskólann á Akureyri, en hann hélt einmitt erindi á málstefnunni á Flateyri, en Þóroddur gjörþekkir byggðamál á Íslandi. Vertu velkomin, Þóroddur. Já, takk. Já, ef við svona tökum fyrst byggðaþróun fyrir vestan þegar maður horfir á tölurnar að fólki í sveitum hefur fækkað verulega á undanförnum áratugum. Já, sko, fyrir 100 árum að þá voru það fyrir 14.000 manns á Vestfjörðum og sko frá þeim tíma hefur sko fólk í sveitum fækkað jafnt og þétt og fækkað úr 7.000 niður í 700. Og þetta var þróun sem að menn kannski tóku minna eftir vegna þess að sjávarbyggðirnar voru í vexti. Þannig að á sama tíma og sko djúpið var að tæmast og sveitirnar voru að tæmast, að þá sáu menn svona þessi þorp vaxa og dafna í sjávarútveginum. Og síðan það svona á síðustu 3 áratugum sem fer að síðan að hallenda fæti hjá þessum byggðakjörnum líka. Og nú mannfjöldin komin undir 7.000. En samt sem áður, núna staðan í dag þannig að stórum hluta þá byggist atvinnulífið á sjávarútvegi. Jú, það náttúrulega misjafnt, sko. Það við getum sagt, sko, Ísafjörður svona þjónustukjarni og megin vandamál Ísafjarðar getum við sagt að hann þjónustukjarni með lítið bakland. Að þorpin eru lítil, sveitirnar hafa tæmst. Þannig að í rauninni gæti Ísafjörður sko þjónað miklu stærra svæði en fólksfækkurinn annars staðar hefur verið svona megin áskorunin fyrir Ísafjörð. Svo erum við með þorpin sem að kannski byggðust upp í kringum sjávarútveg fyrst og síðast og þar þar hafa verið mikilli varnarbaráttu vegna samdráttar í bæði veiðum og vinnslu. Vestfirðingar, þeir kalla gjarnan eftir því að það verði viðurkennt í úthlutun afla heimilda og svo framvegis að fiskimiðin séu bara nánast í flæðamálinu. Jú, það má náttúrulega segja sko sjávarþorp á Íslandi almennt að þau byggðust að stórum hluta upp vegna nálægðarinnar við fiskimið. Það fleiri þættir sem komu upp, flest að byggðust líka upp sem þjónustukjarnar við sveitir og sem samgöngumiðstöðvar á meðan samgöngur voru á sjó. En enga síður að sjávarútvegurinn var svona stór hluti í þeirra uppbyggingu og sumstaðar erfitt að sjá hvað getur komið í staðinn, þetta misjafnt. Í sumum þorpum sum þorp náttúrulega ekki lengur sjávarþorp og hafa fengið annað hlutverk. Á öðrum stöðum kannski erfitt að sjá á hverju þau ættu að byggjast öðru en sjávarútvegi. Hægt svona í stuttu máli að leggja mat á það hvernig þetta kvótakerfi sem komið var á, hvernig það hefur farið með Vestfirðinga? Já, sko, kvótakerfið getum við sagt upphafið að mjög miklum breytingum í sjávarútvegi. Og þar getur verið svolítið erfitt að ná í sundur hvað nákvæmlega kvótakerfið, hvað nákvæmlega framsal aflaheimilda, hvað eru tækniframfarir. En við getum alveg, sko, það alveg óyggjandi að þegar að kvótakerfið kemur á að þá verða algjör vatnaskil hjá minni sjávarbyggðum sem höfðu verið í stöðugum vexti frá hinum aldamótunum fram til 1983 og þá bara eftir það hnignar litlum þorpum hratt og höfðu vaxið áður en að kerfið kom inn. En það engin svona einföld skýring? Já, þetta er þróun og við getum líka sagt, sko, það heldur ekki að tala einhverja gullöld sjávarþorpa. Þar að segja þau voru alltaf í mjög hröðum breytingum. Þannig að það sem hefur kannski verið megin vandi sjávarbyggðanna ekki það að sko markmið þetta endilega vera að koma að einhverjum byggðasöfnum þar sem að lífið bara óbreytt frá því að var sko miðja síðustu öld. Heldur miklu frekar það að þau hafi ekki fengið svigrúm til þess að aðlagast. Þessar breytingar hafi verið hraðar, þær hafi verið ófyrirsjáanlegar og þorpin hafi ekki náð að aðlagast þessum breytingum. Guðmundur Hálfdanarson, prófessor og sagnfræðingur, flutti erindi á málþinginu á Flateyri og við skulum aðeins líta á hvað hann sagði. Það verður að vera þannig að fólk vilji búa hér og byggðin verður ekki, ef að fólk veit ekki búa hérna, það alveg saman hvað eist miklum peningum í kerfi þá býr ekki fólk hér.
Þannig að það þarf að bæta þessa innviði, það þarf að bæta samgöngunar, það eitthvað sem alveg augljóst, öllum Vestfirðingum augljóst. En það ekki alveg nóg, það auðvitað eitthvað fleira sem þarf að koma til og ég held að þar þurfa stjórnmálamenn svolítið að hugsa en síðan getur vel verið og að þær breytingar sem að verða bara með breyttum samgöngum, með tengingum, nýjum tengingum og að þá verði bara auðveldara að búa í dreifðum byggðum heldur en hefur, að verði auðveldara að stunda fjölbreytt mannlíf án þess að vera með mjög mikið af fólki. Þetta var Guðmundur Haldónason, prófessor og sagnfræðingur. Þóroddur, Guðmundur hann talar að það þurfi að bæta innviðina og nefnir til sögunar samgöngur. Já, maður má segja að samgöngubætur skipta gríðarlega miklu máli fyrir byggðirnar. En maður aðeins að fara varlega, það að segja að samgöngubætur hafa alltaf jákvæð áhrif fyrir þá sem búa á stöðunum. Hvort að samgöngubætur snúa við búsetuþróun annar mál. Það að segja að þegar það auðveldara að komast í fjölbreyttari verslun, þegar það auðveldara að sækja þjónustu og svo framvegis, að þá betra að búa á stöðunum. Þannig að samgöngubætur bæta lífsskilyrði fólk sem búa þar. Hvort að samgöngubætur hins vegar verða til þess að snúa við byggðaþróun, til þess að færri flytja og brotti fleiri flytja, en það eiginlega svolítið annað mál. Og ef við horfum á til dæmis jarðgangagerð á Íslandi, þá er misjafnt hvort að maður sjá einhver áhrif á búsetuþróun. Og það getum sagt að göng, til dæmis ein og sér, breyti ekki búsetuþróuninni. Það spurning það hvað fyrir gegnum þau. Þannig að þegar Vestfjarðagöngin opnaði á sínum tíma, að þá breyttust lífsskilyrði fólks á norðanverðum Vestfjörðum. Maður sér hins vegar engin áhrif á byggðaþróunina af göngunum. Og þetta ólíkt því sem við sjáum með önnur göng eins og Hvalfjarðargöngin eða Héðinsfjarðargöngin eða Fáskrúðsfjarðargöngin. Þar sem við sjáum veruleg áhrif á mannfjöldaþróun á minni stöðunum sem tengjast í stærri staðina. Og þá það vegna þess að það einhver umsvif, það eitthvað í gangi, hinum yfir göngin, sem flæðir í gegnum þau. Þannig að lykilatriði að fólk vilji búa á viðkomandi stað. Jú, það má þetta segja bara almennt að byggðastefna ekki fyrir hús, byggðastefna fyrir fólk. Þannig að ef að enginn vill búa einhvers staðar, þá það bara þannig. Þá leggst það bara af og það ekkert að því. Hins vegar snýst byggðastefnu það að gefa fólki kost á því að búa þar sem það vill búa. Og þá vaknar þessi spurning, já, með hvaða tilkostnaði? Það erum við tilbúin að leyfa fólki að búa það sem vill búa á meðan að skattarnir að standa undir því sem það kostar? Samfélagið tilbúið til þess að leggja eitthvað til viðbótar að mörkum, til þess að tryggja heilbrigðisþjónustu, skóla og svo framvegis á stöðum þar sem fólk vill búa? Eða hvar drögu línu? Það eiginlega þar sem að umræðan byggðamál liggur. Samhliða því sem að það fækkar í mörgum sveitafélögum eða mörgum þorpum að þá vill oft verða þannig og oftast nær að til dæmis útsvarstekjur sveitafélaga þær dragast saman að sveitafélög og eiga þá í raun og veru svolítið erfiðara með að halda uppi alls kyns þjónustu. Þetta kemur niður á uppbyggingu innviða að einhver leyti. Jú, við getum líka sagt að það hefur orðið breyting á mannfjöldasamsetningunni, þannig að á fámennari stöðunum að þá vantar oft töluvert mikið í hópinn milli 20 og 40. Og stundum horfa menn á svona kurvur og segja, já, nú bara fer þetta allt saman á hliðina, nú bara deyr gamla fólkið og það verður enginn eftir. En það ekki alveg svo einfalt. Það meira þannig að fólk flytur í burtu tvítugt og það fer til náms og það fer að skoða nýja hluti og svo framvegis. Og svo kemur fólk gjarnan aftur meðan aldur með stálpaða krakka og þess vegna fáum við þessa skrýtnu kurvu. En það þýðir það að það vantar töluvert í þennan hóp sem stendur undir útsvarstekjunum. Og með hlutfallslega mikið af börnum og eldra fólki sem ekki á vinnumarkaði og hlutfallslega lítið af fólki á þessum aldri milli 20 og 40. Mér minnir jafnvel að það hafi verið þú sjálfur sem bendir á það á málþinginu á Flateyri að vandamálið væri ekki þeir sem flytjast að brott heldur væri vandamálið að fá fólk til þess að flytja vestur. Jú, og við getum sagt, það eru nokkrir hlutir. Eitt það að fá fólk að koma aftur. Það ekkert að því að ungt fólk fari og skoði heiminn og læri eitthvað nýtt og komi með það tilbaka. Þannig að það auðvelt fyrir fólk að koma tilbaka.
Það hins vegar þannig að það komu þetta aldrei allir tilbaka. Það alltaf einhverjir sem vilja verða taugaskurðlæknar eða áhættu fjárfestar eða eitthvað sem ekki hægt að gera heima. Þannig að annarkvort þarf þá fólk að eiga, hver fjölskylda bara að eiga 5 börn eða 6 börn. Eða það þurfa einhverjir að koma inn sem ekki eiga uppruna þar. Og þetta gleymist stundum, mann tala unga fólki komið aftur. Það skiptir líka miklu máli að á minni stöðunum sé tekið vel á móti fólki sem flytur þangað. Og fólk sé velkomið og svona þessi tilhneiging sem sums staðar til þess að svona halda aðkomu fólki í armslengd, það vinnur mjög gegn byggðafestu. Einmitt. Næst skulum við heyra í bæjarstjóra Ísafjarðarbæjar. Við höfum fundið illilega fyrir því að þeir sem að ráða fjármálastofnunum Íslands telja ekki skynsamlegt að leyfa fé að festa sig hér á Vestfjörðum. Telja það að vera ómikla áhættu eða hreinlega eru bara með á einhverjum lista sem að engin veit hvernig var búin til. Það sem sagt já, þetta þorp og þetta svæði, það hreinlega bara neðst á listanum og þar verður ekki fjárfest. Þóroddur, þetta sem hann nefnir bæjarstjórinn að fjármagnið því sé bara ekki leyft að fara vestur. Já, það getur sagt kannski eðlilega það þannig að fjárfestar, þeir vilja nú gjarna fjárfesta þar sem þeir þekkja vel til. Og það ekki bara það að sum af þessum svæðum séu kannski standi efnahagslega veikt, heldur virðist líka vera að svona ókunnuleiki fjárfesta skiptir máli. Við sjáum mikinn mun eftir allir með sparisjóðakerfið lagðist á hliðina. Þar voru aðilar sem þar var fjármagn í héraði, þar sem menn þekktu mjög vel til og gátu metið áhættu og metið möguleika mismunandi fyrirtækja og hugmynda og svo framvegis. Og það sem hefur gerst núna, sem svolítið áhugavert, það að eins og Byggðastofnun, nú Byggðastofnun ætlaði að lána fé á staði þar sem að bankarnir vilja ekki koma inn. En þeir eiga að bjóða sambærileg kjör við bankana á efnahagslega veikum svæðum og varðveita eigið fé. Byggðastofnun hefur skilað hagnaði ár eftir ár núna og það svolítið skrítið. Það þýðir þetta að það hægt að ávaxta fé á þessum svæðum. Ef allt verður eðlilegt þá myndi Byggðastofnun tapa á sinni lánastarfsemi. Ef hún að lána þar sem ekki markaðsforsendur fyrir því að lána. Þannig að það virðist alveg augljóst mál að það eru þarna tækifæri sem eru hreinlega ekki nýtt. En laxeldið, það verið að fjárfesta mikið í laxeldið fyrir vestan? Jú, og við sjáum þetta á sunnanverðum Vestfjörðunum hefur orðið alveg gjörbylting. Þar sem að það hafa, auðvitað sjávarútvegur ennþá mikilvægur hluti, en það hafa komið, það kemur iðnaðarframleiðsla, það kemur laxeldi og þar hefur orðið mikil breyting. Og nú eru uppi áform laxeldi á norðanverðum fjörðunum. Og svo sem umdeilt með laxeldið og áhrif á náttúrunni framvegis, en ef maður horfir át út frá byggðaþróuninni, að þá alveg klárt að fiskeldi hefur gríðarlega mikið jákvæð áhrif á byggðaþróun. Enda þegar maður talar við Vestfirðinga og labbar þorpin eða á Ísafirði, maður heyri það alveg á Vestfirðingum að þeir binda miklar vonir við laxeldið. Jú, og náttúrulega fjarðaeldið, það auðvitað þannig að fyrir fjarðaeldið þarftu firði og það eru fáir sem slá Vestfirðingum við þegar kemur að því eiga firði. Já, en hugum aðeins nánar að ýmsum innviðum sem menntun mikilvæg. Háskólasetur Vestfjarða, það hefur verið starfandi í nokkur ár á Ísafirði og gríðarlega mikilvægt. Já. Og þetta það þannig að háskólamenntunin skiptir miklu máli og það skiptir máli að tengsl fólks við staðinn. Við sjáum þetta að Háskólasetur Vestfjarða hefur að hluta til verið í því að fá fólk alls staðar að heiminum til að koma og stunda nám á Ísafirði. Og það skiptir auðvitað mjög miklu máli. Þú færð hugmyndir, þú færð fólk, þú færð miklar alþjóðlega tengingar út á það. Það hefur líka verið miðstöð fyrir fólk á norðanverðum Vestfjörðum sem vilja stunda nám í heimabyggð. Og þar sjáum við auðvitað að af þeim sem fara til háskólanáms annar staðar svona cirka 25% sem koma aftur. Af þeim sem stunda háskólanám í fjarnám í heimabyggð það vel 75% sem að búa áfram í byggðinni.
Menntaskólinn á Ísafirði, hann mikilvægur? Hann mikilvægur og hann og það þetta myndi skipta miklu máli ef það væri hægt að efla iðnnám og verknám á Vestfjörðum. Og það svona það sem gerist auðvitað með framhaldsskólana að bóknámið ódýrast og það á stöðum þar sem að nemendafjöldinn kannski takmarkaður, að þar tilhneiging til þess að bóknámið verði hlutfallslega stærra, jafnvel þó að það væri kannski efnislegar ástæður fyrir því að efla verknámið sérstaklega. En áður en lengra haldið skulum við heyra í Torfa Einarssyni, trillukarli á Flateyri og Friðbjörgu Matthíasdóttur sem sveitarstjóri Vesturbyggðar. Ég tala að við getum átt miklu meiri og auðveldari samskipti þegar við erum búin að fá Dýrafjarðargöngin sem eru hér handan við hornið, mun skipta okkur miklu. Og þá verði miklu meiri samgangur á milli. Já, það getur orðið það. Það eru mörg tækifæri sem felast í því. Það er líka margir áhyggjur af því að það geti líka eitthvað breyst sem að væri ekki endilega jákvætt, en ég líti á þetta sem mikið tækifæri bæði fyrir samskipti hér á milli, fyrir ferðaþjónustuna og bara fyrir framtíðar sýn Vestfjarða. Þóroddur, enn og aftur talað samgöngur. Bættar samgöngur eru í raun og veru málanna og núna horfa menn til Dýrafjarðarganga svolítið. Já, og Dýrafjarðargöngin, tengingin milli sunnanverðra og norðanverðra Vestfjarða skiptir gríðarlega miklu máli vegna þess að það afskaplega erfitt að vera endastöð. Og það alveg saman hversu góður vegurinn þangað, ef það 2-3 tíma akstur til einhver staðar og svo samanleið tilbaka, að þá skapast alls konar vandamál. Það mjög erfitt fyrir ferðaþjónustuna, það erfitt að selja ferðamönnum það að fara tvisvar sömu leiðina. Það skiptir líka miklu máli að bara upp á flutninga til dæmis. Það mjög erfitt að eiga við flutningafyrirtæki þegar það þarf að keyra sömu leiðina fram og tilbaka í langan veg. Og svo framvegis. Þannig að það sem gerist með Dýrafjarðargöngunum, sem skiptir svo miklu máli, að það verður til svona hringvegur 2. Það verður til hringvegur Vestfjörðina. Og leiðin frá Ísafirði til Reykjavíkur styttist, en það sem skiptir meira máli, hún fer sunnanverða firðina. Og það þýðir það að sunnanverða firðin verður inn á leiðinni til Ísafjarðar. Þannig að auðvitað geta menn eftir áhyggjur af því hvað gerist, hvort það færist til starfsemi á milli svæðina Vestfjarða og svo framvegis. En ef maður horfir á heildarmyndina, þá mun það hafa mjög jákvæð áhrif á bæði norðanverðafirðina og sunnanverðafirðina, bæði samgöngurnar þeirra á milli, en ekki síður þessi hringtenging sem verður til. Og þetta við séð annars staðar, ef við tökum förum alveg hinum inn á landið og skoðum á norðausturhorni landsins, þegar að nýji vegurinn kom til Þórshafnar og Raufarhafnar, að þá byggust menn við að umferð sléttuna myndi detta niður. En hún stórjókst, þá fór fólk að keyra hring. Sama sjáum við með göngin til Siglufjarðar, að Siglufjörður var náttúrulega svona típisk endastöð. Það þurfti að fara langa veg og svo sumarleið tilbaka. Leiður hringur verður til á Tröllaskaganum, að þá gjörbreytist allt í ferðaþjónustu og atvinnulífi og afþreyingu og svo framvegis. En svo heyrir maður líka raddir að verslun, hún verði í hættu í smærri byggðarlögum og svo framvegis. Jú, og það er svona áhugavert. Áhrif samgöngubóta á verslun áhugaverð. Vegna þess að segjum svo að þú sért með lítinn stað sem einangraður og það lítil verslun. Og hún í bænum en framboðið lítið, verðið hátt og svo framvegis. Síðan verða samgöngubætur, íbúarnir geta sótt fjölbreyttari verslun, fengið vörur á lægra verði heldur en áður. Hefur þá verslun batnað eða versnað? Það fer einhvern veginn að litið Þetta hefur hún kannski farið úr samfélaginu og það einhver sem vann í búðinni sem hefur ekki þá vinnu lengur. Á móti kemur að þeir sem búa á staðnum, þeir njóta, það auðveldara betra að búa á staðnum vegna þess að þú hefur fjölbreyttari þjónustu. Þannig að þetta sjáum við þetta alls staðar. Og þetta svona, ef fólk kemst í lágvöruverslanir, að þá hnignar verslun á staðnum, en íbúarnir hafa líka aðgang að betri verslun. Þannig að þetta svona eftir í hvoru meginn þú horfir á dæmið.
En hvað með sameiningu sveitarfélaga í kjölfar bættra samgangna og þá eins og Dýrafjarðarganga, heldurðu að það leysi einhvern vanda að sameina sveitarfélög enn frekar fyrir vestan? Við höfum náttúrulega mörg dæmi slíkt, eins og til dæmis þegar að Héðinsfjarðargöngin opnuð og Ólafsfjörður og Siglufjörður voru sameinuð. Það voru alls konar nýju möguleikar sem sköpuðust þar, það voru svona vandamál líka sem að kannski hafi ekki öll verið leyst. Varðandi Vestfirðina þá það nú kannski þannig að sko Dýrafjarðargöngin þau munu stytta leiðir milli norðanverðra og sunnanverðra Vestfjarða, en þetta verður samt það langt að þetta verður ekki eitt samfélag, þannig að það er kannski ekki augljóst að það verði sameining sko sunnanverðra og norðanverðra Vestfjarða í framhaldi af þeim samgöngubótum. En Dýrafjarðargöngin, þau koma til með að breyta ýmsu? Þau munu breyta mjög miklu. Og það er með svona samgöngubætur að sko, menn sjá það ekki fyrir hvað gerist. Það er að segja, það sá svo sem enginn fyrir nákvæmlega hvaða áhrif Hvalfjarðargöngin myndi hafa. Það sá enginn fyrir nákvæmlega hvaða áhrif Héðinsfjarðargöngin myndi hafa eða Vaðlaheiðargöngin. Þannig að við getum svo sem ekki sagt A, B, C og D mun gerast, en það er alveg auðvitað að þetta mun sko gjörbreyta sko byggðaþróunin á Vestfjörðum. Jóhanna Kristjánsdóttir og Hermann Þorsteinsson á Flateyri voru meðal þeirra sem að skipulögðu málþingið. Við skulum aðeins heyra í þeim. Hvað myndir þú til dæmis vilja sjá að gerðist núna frá með þessum degi? Hvar er draumurinn? Já, hvar er draumurinn? Það er stór spurning. Draumurinn er kannski fyrst og fremst þetta að auka þetta samtal á bæði milli smærri þorpa og eins og milli byggðakjarna. Meiri samheldni er náttúrulega stór þáttur í því að okkur gangi betur. Sama og var rætt hér á einum fyrirlesturinn áðan að þessi virðisauki sem verður þegar fólk verslar sín á milli og styður svolítið við sína heimabyggð, það er dálítið mikilvægt líka. En við megum ekki gleyma því að við erum náttúrulega hluti af stærra samfélagi. Þetta eru 3 þorp sem voru sett saman í eitt sveitarfélag. Þannig að þessi, sem sagt, þessi grunnur sem hefur verið ræddur hér, það hefur verið sem sagt frá bæði sjávarútveginum og samfélagslegu hliðinni og náttúrulega hagfræði hliðinni, að hann verður kannski til þess að ýta undir öðruvísu umræðu byggðamál. Það er svona dálítið draumurinn. Og tek svolítið undir þetta með hjá henni Jóhönnu að það er einstaklega skemmtilegt að vinna með öllu þessu fólki og Kvenfélagið á mikla þakkir skilið og Lára og geti lengi talið. Já, fólki sem er svona ósýnilegt hérna á ráðstefnunni en hefur lagt þessu lið af, bara lagt sáluna og hjartað í að hjálpa okkur. Þó það hafi hvergi komið fram. Þóroddur, þetta málþing á Flateyri, það var á ýmsan hátt nokkuð vel heppnað og það sköpuðust miklar umræður. Jú, það var mjög fínt málþing og ég held að það sem að skiptir svo miklu máli er að það sem kom fram að það er bara töluverð stemming á norðanverðu Vestfjörðum. Bæði á Flateyri en líka bara á svæðinu í heild. Og þetta skiptir svo miklu máli að það er ekki bara svona þessir efnislegu þættir og samgöngurnar og efnahagslífið. Það skiptir svo miklu máli hvernig stemmingin er. Og þegar fólk ætlar sér að láta hlutina ganga þá er nú oft sem að hlutinni ganga jafnvel þó að margt annað sé mótrætt. Já, þú skynjar andrúmsloftið þannig að það sé baráttu hugur í Vestfirðingum, þeir eru ekkert að gefast upp. Það er það og það eru þetta eitt af því sem skiptir miklu máli er svona tengslanett. Það skiptir þetta máli að fólk standi þétt saman. En það skiptir líka máli að fólk rækti svona tengslin út fyrir svona nærsamfélagið. Og þar getum við sagt að til dæmis brottfluttir íbúar, stundum er kannski hort á brottflutta íbúa sem einhverja svona svikara og flotta menn, en brottfluttir íbúar eru oft mesta auðlind samfélags. Að það er fólk sem hefur farið eitthvað annað, er með einhverja aðrar bjargir, aðra möguleika sem að vill samfélaginu vel og getur hjálpað til. Sömuleiðis eru við horfum á Vestfirðina þar sem að hlutfall erlendra ríkisborgara er hærra heldur en á flestum öðrum stöðum á landinu. Að þetta skiptir líka gríðarlega miklu máli.
því að fólk frá öðrum heimshlutum, það kemur inn með nýjar hugmyndir, nýja þekkingu, ný tengsl. Þannig að það ekki, sko, þó það skiptir mjög miklu máli að samfélagi standi saman, þá skiptir ekki síður máli hvernig þú getur dregið af bjargir og nýttir sko, sköpunarkraft og hugmyndir og bjargir annar staðar frá. Svona saman dregið stóra spurningin og kannski stutt svar. Hvernig sér þú fyrir þér að byggðin þróist fyrir vestan á næstu árum? Sko, það þetta hægt að ímynda sér mismunandi sviðsmyndir. Ég held að sko, það sem skiptir sko, gríðarlega miklu máli sko, eitt það að sko, samgöngubæturnar. Það skipta gríðarlega miklu máli. Það skiptir mjög miklu máli að efla stærstu staðina. Við getum sagt sko, eins og ef að Ísafjörður heldur ekki, að þá eiga aðrir staðir á norðanverðu Vestfjörðum engan séns. Og sama getur við sagt á sko, sunnanverðu fjörðum, það alveg sko, lykilatriði að Patreksfjörður standi. Það þýðir ekki að það megi sko, gleyma hinu. Það þarf auðvitað að efla minni staðina, fyrir að þjónustukjarnar standi ekki nema þeir hafi bakland. Og það þarf að tryggja það að sú búseta og sú starf sem í sveitum á Vestfjörðum, sem auðvitað miklu minni heldur hún var hér áður fyrr, að hún standi. Ef þetta næst, að þá hefur maður engar áhyggjur á Vestfjörðum. Þannig að þú ert tiltölulega bjartsýnn? Já, ég held að það sé alveg ástæða til þess. Þorvaldur Bjarnason, prófessor við Háskólann á Akureyri, þakka þér fyrir og þá þessi 5. þáttur Vestfirska vorið á enda. Við á N4 þökkum öllum þeim sem komu að gerð þessara þáttan. Verið sæl.